Nú lítum við á aðferðina lækkun og stigi og ég ætla að draga hérna bara allra helsta fram sem að kemur fram í fyrirlesturnotum. Þetta er lækkun og stigi fyrir deildajöfnur þessari gerð hér, y tvímerkt pluss p í merkt pluss q í jafnt og f og p, q og f eru samfelld föll og ætlum að leyfa okkur að nota þetta táknmál. Þau þurfa ekki að deilda lið, þau séu samfelld, þau eru raungild og þau eru skilgreind á einhverju bili og það er opið. Og þetta bil í hlýtur að vera innihaldið í formengjum mengjana sem eru, eða fallana fyrir gefið sem eru komin f, q og p. Þannig að það verður að vera í formengi f, skilgreind á formengi f og skilgreind á formengi p og það þarf að skilgreind á formengi q og þetta er, setjum hérna o fyrir opið og þetta er rauntalnabil. Svona, og það er gefið að okkur hefur tekist að finna eina lausn eða við fáum hana að í1 uppfylli sem sagt óhlýðruðu jöfnuna í tvímerkt pluss p í merkt pluss q í jafnt og 0. En okkur vantar annað fall, segjum það bara, okkur vantar eitthvað annað fall, y2, sem er þannig ef við setjum þenn í óhlýðruðu jöfnuna, þá fáum við 0, þar að segja að það uppfyllir óhlýðruðu jöfnuna. Skrifum þetta bara svona, sérstætt, p í 2 merkt pluss q í 2 og þetta verður 0. Og þetta y2 þarf líka að hafa þá eiginleika að þegar við reiknum Wronski ákvæðu í 1 og y2 þá kemur ekki út 0 á sem sagt þetta gildir öll x sem að koma til greina. Og hvernig förum við að? Nú ætla ég að draga saman svona óformlega, já. Það helsta sem kemur fram í kaflanum lækkun og stigi. Og þetta hérna þýðir jú að y2 og y1 þau uppfylla þess að óhlýðruðu jöfnuna og Wronski ákvæðan er ekki 0. Það þýðir að þau mynda grunnlausn í 1 og í 2. Og við vitum það að ef við höfum grunnlausn þá getum við leyst hlýðruðu jöfnuna, til dæmis með aðferð breytilegra stuðla. Variation of parameters. Nú ætlum ég bara að skrifa uppskriftina upp eða niður kannski. Og sko, y2 er fall u, þetta er u af x, sin u1, í 1. Hvað er þetta u? Það sem u er já, stoppfall, einhver falls sem lítur svona út, stóra G af x. Já, og hvað er þetta stóra G? Þetta stóra G, það var, setjum þetta svona, stoppfall litla G
og þetta verður mínus C. Nú er bara að rekja þetta sem kom fram í fyrirlestrunum líka. Og hvað er líklega G? Við þurfum að fara að fá eitthvað sem hægt er að festa hendur á, eitthvað sem er þekkt. Og þá er þetta loksins komið. Það er tvisvarsinnum afleiða sem sagt í 1 sem að við vitum hver er pluss fallið P sem við lesum á deildajöfnunni sinnum í 1 deilt með í 1. Þar með getum við búið okkur til svona gátlista. Og hvað gerum við þá? Nú, það fyrsta sem við gerum þá er að smíða G. Sem bara 1. G af X. Já, eða hver svo sem óháðbreytan á að vera. Eða frumbreytan G á að vera, já, svona. Þar með er það skýrt. Svo næsta sem við gerum er náttúrulega að smíða stóra G og það þriðja sem við gerum er að smíða og það fjórða sem við gerum er að smíða í 2. Þannig að við sjáum við getum auðveldlega forritað þetta og gerum það þetta bara G, G, U, I, 2. Og svo náttúrulega þurfum við að skoða í 2 sem að lítur svona út og í 1 með tilliti þessa U í Wronski ákveðinni. Og dæmi sem að við ætluðum að svona kannski hreinsa upp var þetta hér. Við höfum hér annars stigs deildajöfnu með föstum stöðlum A, B, C, I og hún á meira að vera óhliðruð. En þetta er tilvikið þegar aðgreinirinn B í öðru mínus 4C er 0. Nefna þess að þá er kennijafnan R í öðru A hér pluss BR pluss C jafnt á 0 og þegar við notum formúlu til þess að finna eigingildin eða rætur eða rætur kennijöfnunar að fá mínus B svo segjum við pluss mínus B í öðru mínus 4 AC saman deilt með 2A en það sem B í öðru mínus 4C er 0 þá fáum við mínus B yfir 2A og hinrótin er líka mínus B deilt með 2A. Við höfum sem sagt tvöfaldar rót. Þannig að ef við gerum þetta nú blind þá er annað hnýta fallana sem uppfyllir deildajöfnuna. Það er E í veldinu mínus B móti 2AX og hitt að óhugsuðu máli væri þá líka E í veldinu mínus B móti 2AX. En þetta er sama fallið og það er fljót séð ef við setjum þetta inn í Wronski ákveðuna að hún verður 0. Þannig að þetta gengur ekki. Og vantar okkur í 2. Og því að nú erum við búin að fara í gegnum fræðin þá skulum við bara byrja á því að fylgja þessum 4 skrefum og svo skoða Wronski í lokin til þess að ákvaða kannski eða segja meira til það hvort við getum eitthvað lagað við til. G af X er, já, við verðum náttúrulega að staðla
deildajöfnuna. Þegar maður fór þessi stuðl hérna 1. Þannig að ef við deilum í gegn með A, þá fáum við B, þá er P-ið, það er B á móti A í formúlunni og Q-ið er C á móti A í formúlunni og F-ið er 0. Þannig að G af X er tvisvar sinnum af leið þessa falls og það er keðjureglan. Hún gefur okkur mínus B á móti 2A sinnum E í veldinu mínus B á móti 2A X. Þá erum við búin með þetta. Við kannski geta skrifið upp formúluna. Plus P-ið sem er B á móti A sinnum í 1 sem er E í veldinu mínus B á móti 2A X. Deilt með í 1 sem er E í veldinu mínus B á móti 2A X. Hér fáum við 2 á móti 2. Hér höfum við mínus BA sinnum í 1 og hér höfum við plus BA sinnum í 1. Þannig að teljarinn er 0 og nefnarinn er ekki 0. Þannig að þetta G, litla G er 0. Við höfum að heilda litla G var 0 og við höfum að heilda 0-fallið. Þannig að stóra G heilda 0-fallið, stóra G verður þá bara heildunar fasti einhver. C fasti. Og þá fáum við næst, og það er bara gáttlistan okkar, að finna U. Og hvað er U? Það er E í veldinu fasti, heildum hann. Heildum E í veldinu fasti er fasti, þannig erum að heilda fasta. Heildum það fasta. Og þá fáum við línu. U er þá eitthvað svona. AX plus B. Og þá er hitt fallið. Hitt nýtafallana, það er þá U sem í 1. Það er að segja AX plus B, þar er þessu formi hér, sinnum í 2. Já, svo. Nú, við erum alltaf vön því að líta á þetta bara sem X sinnum í 2. Þannig að við ætlum að færa rök fyrir því að B verði eiginlega vera 0 og A megum við velja. En A má náttúrulega ekki vera 0. Þá erum við bara fasti og við erum komin aftur á byrjunarreit. Þannig að eitt veitum við þó að A má ekki vera 0 og þá prófum við bara Wronskín, sjáum hvað hann segir okkur. Wronskín, og ætlum ég að nota þetta form í 1 og í 2. Setjum inn í hann. Það er í 1 og svo A. Fyrirgefið. Í 1 hér. Það er AX plus B í 1 og svo afleiðan í 1 mert og við tökum afleið fyrst í 1 mert og látum AX plus B vera og svo deildum við AX plus B og fáum A og látum í 1 vera. Hvernig hjálpar þetta okkur?
Nú notum við liðunarreglu fyrir ákveður og við bara prófum okkur áfram. Ég ætla að taka þetta og þetta saman í liðuna og svo þennan dálk og þennan dálk. Sýni kannski 0 hér. Og þá fáum við I1 AX plus B I1 I1 mert AX plus B I1 mert svona og svo þennan aftur og þennan U1 mert 0 AI 1. Hvað hann mertur? Það má þess ekki vera. Núna þetta rétt. Og svona. Og sko, þessi hérna ákveði 0. Hér sjáum við I1 og I1 er þáttur í efri línu, þannig við munum taka I1 út fyrir ákveðu. I1 mert er þáttur í öllum dálkum línu 2, þannig við munum taka I1 mert út fyrir. Og svo sjáum við að AX plus B er þáttur í aftari dálkinu, þannig við munum taka AX plus B út fyrir. Hvað er eftir? Já, við höfum I1 mert, við erum með AX plus B og hér er þá 1 og 1 eftir og 1 og 1. Og greinilega er þetta 0. Hérna, aftur á móti, við reiknum bara ákveðina I1, AI1, þannig við fáum AI1 í öðru. Og svo I1 mert sem er 0, sem hefur ekkert framlega. En þetta er ekki 0. Ef A er ekki 0. Því að I1 var fallið E-veldinu mínus B á móti 2AX og sú stærð er aldrei 0 og hvað þá þannig komin í annað veldi. Og greinilega eru öll A góð sem ekki eru 0 og við veljum bara það þægilegasta, veljum A jafnt og 1. Og þá erum við búin að sjá að þá er við saman hvernig veljum B-ið. Það hefur ekkert að segja hér, þannig að við bara losum okkur við það. Þannig við tökum þetta sem 1, þetta sem 0 og við komum með x sinnum I1. Það er I2. Af þessu leiðir að við tökum I2 sem x sinnum I1 sem er þá E eða x af mínus B á móti 2AX svona. Mínus B á móti, þarna var feil, 2A og ekki gleyma mínusnum, svona. Svona, já. Það er að segja omega er þá E í veldinu mínus B deilt með 2AX og
hitt nýtufalli grunnlýsinu verður x sinnum e í veldur mínus b x. Og þar með höfum við að sem sagt jafnvægislausnin verður fyrir einhvern veginn svona C1 sem e veldur mínus b á móti 2 a x pluss C2 x sinnum e veldur mínus b á móti 2 a x jafnvægislausn. Nú eigum við verið búin að koma með rökstuðning fyrir því að þetta svona dettur út og það eru 2 aðrir liðir í þessu dæmi sem við erum að skoða og það er sjá núna að við getum bara keyrt þetta forrit í svona 4 áföngum til þess að ákvarða í 2. Setja